Ég ætla að sýna ykkur hvernig við spilum Don't Worry Be Happy. Margir nemendur mínir eru að æfa þetta lag. Ég ætla að sýna ykkur 3 útgáfur. Í fyrsta lagi 2 mismunandi útgáfur með opna hljóma og svo sýni ég ykkur þvergrip á eftir í lok vídeósins. En þetta eru síðan D-dúr og við notum fyrstu 4 strengina 1, 2, 3, 4 í D-dúr og við teljum 2 sinnum 4. Förum yfir í E-mól, allir strenginir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Förum yfir í G-dúr, höldum fyrsta putta hér. Förum yfir í G-dúr, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og förum yfir í D-dúr, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Þá byrjar hringurinn aftur. Þannig í rauninni spilum við miklu oftar í D-dúr þegar við erum að enda, við erum að muna það. Passa talninguna. 2 sinnum 4 í D, 2 sinnum 4 í E-mól, 2 sinnum 4 í G-dúr og 2 sinnum 4 í D-dúr. Svo byrjar hringurinn aftur og við höldum okkur í D-dúr þá. Ok. Þetta er hefðbundin og venjuleg aðferð. Ég ætla að sýna ykkur núna aðeins einfaldari aðferð varðandi G. Þá myndum við þá ætlum við bara að nota fyrstu 4 strengina og þá notum við bara 1 putta hér. Þetta er svipað og C-dúr í ukulele. Þá erum við að nota bara á 3. bandi, 1, 2, 3, 3. bandi afsakið. Og við erum að nota bara 4 strengi, ekki djúpu strengina. Þannig að þegar ég spilaði áðan stóra G, þá var ég með þessa 2 hér. Núna er ég að sleppa þeim og ég bara spila á 4 strengi hér. Ok, auðvelt. Þannig að við myndum spila Don't Worry Be Happy svona. Here's a little song I wrote. You might wanna sing it note for note. Don't worry, ekki satt. Be happy. Við gætum meira að segja einfalda E-mól ennþá meira með því að nota bara 4 strengi þar líka. Auðvelt, ekki satt. Here's a little song I wrote. You might wanna sing it. Ráðum við hvaða putta við notum ef við ætlum að bara nota 4 strengi. Og svo G-dúr. Ok. Og D-dúr. Auðvelt. Við getum líka tekið þetta í þvergripum. Og þá erum við hérna. D-dúr á 5. bandi. Þetta er A-dúr gripið, ekki satt. Alveg eins og A-dúr. Here's a little song I wrote. Við getum farið upp á 7. band og tekið A-mól þvergripi hér, en af því við erum komin upp á 7. band þá er þetta E-mól. Megum við að nota djúpa E-strengin með. Note for note. Við getum farið G-nótuna hér og þá erum við með E-dúr gripið hér, ekki satt. Be happy. Ég tek þetta rosalega oft svona. G-dúr hérna. Þetta er svona eins og C-dúr gripið með kabói, ekki satt. Getum líka tekið G hér, eða hér, eða hér. Alls konar útgáfur. Aðalatriðið er að læra fyrst einföldu útgáfunar á hljómunum og svo bætum við við. Og þá kunnum við alls konar mismunandi útgáfur af hverjum einum hljóm, ekki satt. Gangi ykkur vel með þetta. Og þið finnið textan með hljómum inn á gitarar.is. Þar finnið þið tengil sem heitir Lagasafnið. Gangi ykkur vel með þetta.